Það virðist oft auðveldara í daglegu lífi að ná sér í auka skammt af stressi og streitu frekar en að finna leiðir til þess að draga úr því. Ein leið væri þó að heimsækja Sólveigu og Unnstein í Kyrrðarhofinu í Eyjafjarðarsveit. Þau hafa bæði tileinkað mikið af sínu tíma í leit af leiðum til að lifa í betri takti við lífið. Hér ætlum við því aðeins að sleppa takinu, slaka á og heyra hvernig þetta byrjaði allt saman. Það má segja að það byrjaði svona 2010 hjá okkur svona að þróast hugmynd sem að koma eiginlega upp úr atvinnuleysi. Ég var atvinnulaus og sá auglýst námskeið hjá Brautagengi á Akureyri, Háskólanum Akureyri og var með einhverja svona hugmyndir að mér langaði alltaf að búa til einhverja vöru og fara að selja og skráða með námskeið til að læra að stofna fyrirtæki. En síðan þróast svo hugmynd yfir í hugmynd okkar beggja að svona ferðaþjónustufyrirtæki sem væri með svona ferðir, upplifun og gistingu í svona litlu mælikvarða, svona sem sagt bara hæg ferðaþjónusta. Sólveig og Unnsteinn hafa síðan smám saman verið að safna sér kunnáttu og námskeiðum til að geta boðið upp á þá upplifun sem þau sáu fyrir sér. Sem sagt jógakennaranámi, meira próf til þess að svona stafla upp í að vera svona gjaldgeng í þessu fyrirtæki og einnig líka bara jóga nýtra sem svona jóga svefn námskeiðum og hvíldarjóga og að spila gong og Unnsteinn líka í markþjálfun og hvað fleira er það? Já, bara ýmislegt fleira. Já. Ég hef unnið svona 20 ár við fólk og mjög gaman af fólki og vinna með því. Og vinn hérna á Laugalandi sem er bara rétt hérna hjá mér, búin að vinna þar sem meðferðarþjálfari í 11 ár. Og svo er ég búin að vera að efla mér ýmsa menntuna eins og markþjálfun og áhugahvetjandi samtalstækni og svo er ég líka artkennari sem er kennsla í félagsfærni og siðferðilegri rökræðu og reiðistjórnun sem að, ég er með nokkuð verkfæri svona í minni kistu til að nota þegar ég er að vinna með fólk í samtölum. Í Kyrrðarhofinu tekst þeim að sameina áhugamálin sín, þótt mismunandi séu, því í grunninn snúast þau leiðir til þess að láta okkur líða betur. Og við vorum bara svona að reyna að ná, hvað maður segja, þessum hring sem myndi bara passa til þess að geta síðan farið að vinna með bara fólk og deila okkar reynslu og þekkingu á svona heilbrigðan og góðan hátt. Og svo getum við, svo sem erum við alltaf, ég er alltaf að hugsa er þetta kannski síðasta námið en svo er ég núna í báinámi. En kannski verður það síðasta. En þetta er allt til þess að bara, við erum bara svona einhvern veginn, okkur langar bara að vera svona einhverju græðarar sem að hjálpa öðrum og hjálpa okkur í leiðinni. Kyrrðarhofið sjálft er mongólsk jurt sem er hvorki tjald né hús, heldur bygging sem er einhversstaðar þar á milli. Pælingin með þessu er að búa til upplifun sem er sem næst náttúrunni. Þannig að þetta við sem ekki í steypu eða tré heldur sem næst náttúrunni og ég trúi því að það svona virki best fyrir fólk en það segja allir sem koma inn að það sé sérstök tilfinning og svona eitthvað nálað við náttúruna sko. Það er mjög gaman að heyra það að það tekist þetta vel til að búa þessa tilfinningu til eða strax sem mann stíga inn hurðina sko. Við upplifum það líka að þetta heldur svona utanum hópinn, utanum fólk, þetta er svona umfaðmandi einhvern veginn og allt hljóð það einhvern veginn svona dvelur hér og dreifist hvern einasta flöt hér inni. Það er ýmislegt sem gengur á í lífi Sólveigar sem verður til þess að hún ákveður að taka nýja stefnu í lífinu og breyta til. Ég gengi í gegnum þessi ég veit ekki hvort ég að kalla áföll en svona storma, það er þetta atvinnuleysi og síðan fer ég að safna námi og halda áfram og fer að vinna sem leiðsögumaður og kennari á veturnar og er í svolítið hraða og svolítið að gleypa heiminn og hlaupa á hjólinu. En þá bara smátt og smátt fer ég bara að finna einkenni þessara svo kallaða burnout, segja kulnunar. Það sem þú eiginlega missir tilfinninguna bara fyrir öllu, fyrir sjálfur þér
og fyrir öll í kring og þú svona hættir að geta hvílst og þú hefur kvíða en veist ekki við hverju. Þannig að ég fór á, bara hreinlega þurfti að hægja á mér og fór í veikindaleyfi og gerðist ekki strax neitt bati. En það sem ég hugsaði alltaf ég hugsaði hvað viltu Sólveig? Þá hugsaði ég alltaf að svona bláan, kyrran sjó, hvítan sand, kyrrð og frið og ekkert áreiti. Það það sem ég þráði þegar ég var hana sem best. Og upp úr því spratt þetta nafn, Kyrrðarhofið, síðan seinna mér. Því að við vorum alltaf með þessa hugmynd að vera með þetta, að vera með þessa dvöl fyrir fólk og upplifun. Og upp úr því, síðan í þessu veikindaleyfinu mínu, þá bara var ég alltaf bara með þetta markmið náttúrulega að ná bata og fór síðan bara að finna mína leiðir sjálf, lesa bækur, hlusta bækur, fara út að ganga og bara fara í kyrrðar og slökna viðburði á Akureyri og víðar. Og síðan bara þróast þetta og ég myndi segja að ég hefði náð batanum svolítið á því að vera í kyrrð og hvíld. Og ég mæli bara með því og þess vegna líka höfum við svolítið verið bara upp úr þessa, því ég hef mikla reynslu af burnouti, að þá langaði mig bara til þess að hjálpa fleirum og mér langar og okkur langar til að gera þetta, að vera svolítið að einblína fólk sem er þreytt, með kvíða, svefnleysi, bara þráir frið og hvíld og vera laus við áreiti, ekki vera bara eiginlega bara hugsunarlaus. Þú þarft ekki að horfa út gluggann, það ekkert hljóð, þú bara fylgir og tekur leiðsögn. Og þannig gerast hlutirnir, bara ef þú gefur og sleppir alveg tökunum.